Jæja, góðan daginn og verið öll velkomin. Kristinn heiti ég og ég er skipulagsfulltrúi Mosbæjar og þið hafið mætt hérna á íbúakynningu þar sem við viljum fara yfir nýtt deiliskipulag Blikastöðum. Þetta viljum að reyna að hafa svona kynningarnar, þær verða þrískiptar og viljum að hafa þær í svona kannski klukkutíma, sjáum svona til hvernig það fer og svo tökum við svona spurningar í lokin. Það er svona kannski aðeins betra til þess að halda ákveðinni fundarstjórn því. Ég vil óska eftir því að spurningarna séu kannski svolítið afmarkaðar, hnitmiðar og miðað við það verkefni sem er verið að kynna hér. Ég veit að auðvitað tengja skipulagsmálin í stóra samhenginu oft, kannski stærri svæðum eða ýmsum hugmyndum. En við erum svona markvisst núna með opna kynningu á deiliskipulagi sem að við erum að óska eftir athugasemdum við, sem verður tekið síðan til frekari umfjöllunar í haust. Þetta er þá eins og hérna stendur, þetta er kynningafundur að nýju deiliskipulagi Blikastöðum. Það er sagt verslunar, þjónustu og athafnasvæði. Bæjarstjórnin er búin að samþykkja það að auglýsa þetta nýja deiliskipulag og er umsagnar og athugasemdir frestuð þess frá 2. júní og til 29. júlí næstkomandi. Allar upplýsingar og gögn eru aðgengileg nú þegar á vef. Þeir sem vilja gera athugasemdir, ábendingar eða koma með spurningar verkefnið, þeir geta sendt það til okkar formlega hjá Mosbæ á skipulag@mos.is en svo er líka alltaf að senda bréfpost á bæjarskrifstofur. Þetta er þá kynningarferlið er með þeim hætti að við erum öll gögn aðgengilega á vefnum okkar og þar erum við almennt með allar kynningar skipulags og gögn inn á mos.is/skipulagsauglýsingar. Þetta stutta og góða. Og við notum almennt mikið Facebook, við notum Mosfelling til þess að kynna skipulagsáætlanir á form, þannig að það er iðulega að fylgjast vel með þar og þegar stærri verkefni er að ræða þá reynum við líka að taka dagblöð eins og fréttablaðið. Þetta er þá aðgengið af öllum gögnunum og þetta er raun gögnin sem að verða hér kynnt í styttri útgáfu og á glærum, þar sem er allt aðgengilegt á vef. Það er þá undir þessum hnöppum á nýja vefnum okkar. Ég er bara svona farið við þetta praktíska fyrir ykkur, þannig þegar þið komið heim, þá getið þið farið frekar yfir þetta og sendt okkur ábendingar. Gögnin eru þá almennt skýrslur, greinagerðir eða uppdrættir, eins og sjáum með þessum hætti. Við erum komin á þann stað í þessu ferli að það er búið að kynna skipulagslýsingu deiliskipulagsins. Það var gert árið 2019. Kynningar síða þetta skipulag og verkefni var opnið 2020 og nú erum við raunverulega að auglýsa formlega skipulag til umsagnar. Það var umfjöllun hérna 2020 það skipulag sem er til grundvallar og þá vefsíðu sem að Reitir opnuðu sérstaklega sem kynningarsíðu þetta og óskuðu þar eftir samráði og ábendingum. Hér má sjá svona gróflega hvaða næstu skref í skipulaginu. Það er kynningarfundur sem við erum núna stödd í. Við munum taka síðan athugasemdir fyrir nefndir og ábendingar. Svo verður það rýnt í samræmi við skipulag. Í framhaldi ef ekki verða mikla breytingar þá kemst það áfram til bæjarstjórnar, til umræðu, athugasemdir verður svarað, úr því verður unnið og skipulag hugsanlega samþykkt. Það tengja svolítið þessi fyrstu 3 því að ef við förum í breytingar, lagfæringar eða annað, þá getur vel verið að koma annað tækifæri til þess að koma með ábendingar. Við ætlum að vera með 3 kynningar sem tengjast skipulaginu og eina frá fulltrúum Reita. Það verður Friðjón, allar að koma hérna aðeins yfir uppbyggingaráformin. Björn mun kynna skipulagstillöguna. Anna Guðrún fer yfir samgöngur verkefnisins og Þráinn Hauksson svo fer yfir hönnunarleiðbeiningar. Lokin tökum við spurningar. Þeir sem eru að horfa á í streymi á YouTube-rás Mosbæjar, þeir geta skrifað þar ábendingar eða spurningar sem við reynum að taka í lokfundar. Ég vil minna á að streymið er 30 sekúndum og eftir því sem er að gerast hér live í sal. Þannig við svona býðum að setja því, þannig að það er að gera að reyna að vera búin að forma spurningarna kannski svolítið tímalega, þannig að það er dett inn. En þá ætla ég aftur að minna bara þetta. Þetta er svona formlegu atriði sem fundurinn fjallar Það er kynningarferli sem Mosbæjar er óska eftir umsögnum við. Þannig ég ætla bara að bjóða Friðjón næst velkomin. Takk fyrir þetta, Kristín. Ég á að tala hátt og snjallt hérna í hljóðnum hérna. Þú heyrir. Komið sælblessa, ég heiti Friðjón og er fulltrúi Reita. Reitir fasteignafélag er landeigandi og þróunaraðilinn hérna að þessum áformum, þessum atvinnukjarna sem við ætlum að fjalla hér í dag.
Fyrir ykkur sem ekki þekkja til okkar þá erum við fasteignafélag sem sérhæfir sig í atvinnuhúsnæði. Við erum í verslurum, skrifstofum, hótelum, vöruhúsum og öðru því líku. Við erum með stórt eignasafn, 460.000 fermetra og við erum skráð í Kauphöllinni og erum að mestu leyti í eigu lífeyrissjóðanna. Þetta verkefni okkar hér í Korpúlftúni svona eðlilegt framhald af okkar kjarnastarfsemi sem að aðlaga húsnæði að þörfum fyrirtækjanna og vinna með þeim og við svona framtíðar húsnæðismál. Eins og verður komið fram eins og mun koma fram hér betur og eftir hjá skipulagshöfundum þá erum við að fara alveg nýja nálgun í skipulagi og umgjörði atvinnusvæða hér á landi. Við erum að fara frá því að vera bara með eitt fyrirtæki á einni lóð yfir í að búa til umgjörð þar sem að við búum til skilyrði fyrir samstarfi og samvinnu fyrirtækjanna. Hvort heldur það samnýting innviða eins og bílastæða eða samstarf með beinum hætti. Með því að leggja þessar vistvænu áherslur og samnýtingu teljum við að við löðum að okkur framsýn og flott fyrirtæki. Þannig búist við að þarna verði flóra fyrirtækja af stór og lítil sem að deila þessari hugmyndafræði og við trúum því að með því að skapa gott umhverfi fyrir starfsfólk og viðskiptavini að það séum við að skora mjög vel með að önnur atvinnusvæði hér á landi. Eitt af þeim atriðum sem við er til þess fallið að stuðla undir þessa samvinnu er svona svæðisfélag, rekstrarfélag, fasteignaeigenda og rekstraraðila sem mun vera starfrækt á svæðinu og hefur meðal annars með svona hugmyndin að það verði rekið svona sérstakt umhverfisstjórnunarkerfi með mælingum og öðru slíku til þess að fyrirtækin hafi nú svona þennan sameiginlega grundvöll. Við erum með smá könnun í gangi, bæði í salnum eiga að vera svona spurningaeyðublöð. Við viljum endilega vita hvað ykkur finnst. Við erum líka með þessa könnun rafrænt á heimasíðinu korpúlftún.is. Það er hægt að smella inn og raun og veru verður þessi könnun opin jafnlengi og skipulagið í auglýsingu eða út júlímánuð. Þarna viljum við endilega heyra hvaða aðstöðu eða þjónustu þætti fólk telur mikilvægt að sé til staðar og hjálpa okkur að setja það í mikilvægisröð. Þannig að endilega nýti ykkur þetta tækifæri og koma með þessar ábendingar og við munum nota svona niðurstöður áfram í þróunarvinnunni og uppbyggingunni þegar fram í sækir. Að lokum þá langar mér bara að þakka kærlega fyrir samstarfið. Fjölmargir ráðgjafar og samstarfsaðilar sem hafa komið þessu verkefni til þessa. Verkefni ekki búið og ég vil bara kærlega þakka fyrir mig og samstarfið við starfsfólk Mosfellsbæjar og með þessum orðum þá í geðmáli mínu. Komið sæl, Björn heiti ég og arkitekt hjá Arkís Arkitektum. Nú ætla aðeins að fara með ykkur gegnum skipulagshugmyndina og rétt til að staðsetja okkur til að byrja með. Þá erum við að vinna með reit sem svona dálítið einangraður í dag, þar að segja hann liggur ekki beint að byggð eins og en það svæði sem undir í rauninni sá hluti Blikastaðalands sem sunnan við Korpúlfsstaðaveg, liggur að sveitarfélagamörkunum við Reykjavík og sem sagt rauðmerkti flekkunum þarna og það sem þetta svæði kemur sérstaklega til með að njóta góðs af síðan í framtíðinni lega borgarlínu í gegnum mitt landið. Við sjáum samsettar aðalskipulagsáætlanir Reykjavíkur og Mosfellsbæjar bara til að aðeins gera okkur grein fyrir hvernig þetta liggur. Það sem við erum að vinna með sem sagt skástrikaða svæði staðsett hér og fyrirhugðuð íbúðabyggð sem sagt á Blikastaðalandi norðan við Korpúlfsstaðaveg, hún sem sagt hinum megin við veginn. Hérna sjáum við
í rauninni hort yfir svæðið, svona byggingamassana eins og þeir gætu litið út. Við horfum hérna yfir Vesturlandsveg í átt að Korpu úr suðri og kannski rétt svona til að gera grein fyrir hvernig uppbyggingin á svæðinu, hvernig háttað með tilliti til gatnakerfis. Þá eru svona nokkur megin stef í svæðinu sjálfu. Við náttúrulega erum að tengja okkur frá Vesturlandsvegi þar sem hringtorgið er staðsett í dag. Gerum síðan ráð fyrir borgarlínu ás í gegnum hverfið sem er í rauninni framhald af Blikastaðavegi eins og hann liggur í Reykjavík og síðan erum við að gera ráð fyrir í rauninni svona U-laga götum eða öllu heldur 2 L-laga götum sem tengja sem sagt bílaumferð í gegnum svæðið. Rauði punkturinn hann í miðjunni, það er sem sagt staðsetning á fyrirhugaðri borgarlínu stöð og þið sjáið þarna radíusana 200, 300, 400 metra frá henni. Þannig að erum við sjálfsög komið með hverfi sem er mjög svona gönguvænlegt fyrir þá sem þarna starfa. Hér sjáum við síðan aftur skýringarmynd sem sýnir göngu- og hjólastíga í gegnum svæðið. Það er svona megin stígar liggja meðfram borgarlínuásnum frá suðri til norðurs og síðan sjáum við svona græna stíga sem hlykkjast í gegnum svæðið sjálft. Í rauninni meiri sem útivistarstígar fyrir þá sem að starfa á svæðinu. Nú skipulagið byggir miklu leyti á því að búa til heppileg skilyrði gagnvart veðurfari. Við erum að mynda þessa inngarða eða svona reiti sem eru sameiginlegir þeim fyrirtækjum sem að koma til með að vera á hverja reit fyrir sig. Eins og Friðjón kom aðeins inn á áðan og þar sem sagt náum við að skýla fyrir ríkjandi vindátt og sömuleiðis að einhverju leyti fyrir umferðarnið frá Vesturlandsvegi. Hér horfum við síðan yfir svæðið í rauninni úr vestri upp í átt að Vesturlandsvegi. Sjá hvernig byggðamynstri getur byrjað að teikna sig upp. En því er skipt upp í svona nokkur mismunandi karaktereinkenni innan svæðisins. Næst Vesturlandsveginum erum við að gera ráð fyrir dálítið stærri einingum, það er að segja stærri fyrirtæki sem mögulega þurfa stærri fótspor fyrir sína starfsemi. Erum í rauninni að ganga út frá að hver þessara 3 lóða sé allavega svona sem útgangspunktur eitt fyrirtæki á hverju lóð, en þetta getur það breyst. En þarna eru sem sagt fyrirtæki sem að leggja mikið upp úr sýnileika en eru ekki viðkvæm fyrir til dæmis umferðarnið frá Vesturlandsvegi og eru með starfsemi sem getur myndað eins konar hljóðskerm fyrir restina af svæðinu. Síðan svona í hjarta svæðisins við borgarlínustöðina erum við að gera ráð fyrir verslunar- og þjónustureit og þarna gerum við ráð fyrir að verði svona tiltölulega stór dagvöruverslun eða matvöruverslun og svona aðrar verslanir sem geta stutt við það og þjónustar þannig bæði þá sem að starfa þarna á þessu reit, aðliggjandi hverfi og hérna þá umferð sem á leið þarna framhjá. Og í skipulaginu leggjum við upp á því að bæði við þennan verslunar- og þjónustureit og eins sérstaklega meðfram borgarlínu ásnum þá séu útbúin rými sem að hafa virkar götu framhliðar, þar sem það er sýnileg inn í rýmin, þau bjóða upp á það að vera lífvænleg gagnvart aðliggjandi götum og þannig að hérna starfsemin í þessum húsum verði áhugavert fyrir götumyndina sjálfa líka. Og síðan sjáum við þessa reiti hérna sem eru gulmerktir. Þetta vísar svona svolítið til þess sem að Friðjón var að tala um áðan, varðandi það að fyrirtæki geti svona hnappað sig saman sameiginlega stoðþjónustu innan lóðar. Þannig að hver af þessum í rauninni svona inngörðum er þá sameiginlegur þeim sem eru á lóðinni og þarna erum við semst að horfa bæði bílastæði en mögulega aðra þjónustu inn á lóðar sem að geti nýst öllum þeim fyrirtækjum sem eru að viðkomandi lóð. Síðan hérna nær Korpu og svona jaðri svæðisins þá erum við að horfa á byggð sem er kannski örlítið fíngerðari. Þannig að svona byggð að mynstri trappar sig niður í átt að ánni og átt að náttúrunni og þarna erum við kannski frekar að horfa á hérna stök fyrirtæki sem eru með sitt hús og sína lóð.
Þannig að það er svona nokkuð fjölbreytni í því hvers konar lóðir við erum að bjóða upp á svæðinu og horfum úr norðri yfir svæðið, Korpan í forgrunn og sjáum þessar mismunandi svona myndanir á lóðunum. Við sjáum síðan hér skýringamynd sem sýnir okkur hvernig ofanvatn eða regnvatn sem safnast frá Úlfarsfelli og frá byggðinni innan skipulagssvæðisins safnað saman í farvegi og veitt í átt að Korpu. En einmitt grænu svæðin inn á skipulagssvæðinu eru svona stór þáttur og mikið svona stefið því hvernig við höfum nálgast skipulagið. Bæði jaðrarnir eins og við komum á áðan en líka innan svæðisins sjálfs. Við horfum á sneiðingu í gegnum borgarlínu ásinn eða Líkastaðaveg eins og hér ráð fyrir hann komum til að heita á þessu svæði. Og við sjáum þarna einmitt hvernig byggðin að taka upp þennan náttúrulega landhalla sem á svæðinu. Þannig að byggðin sem neðan við borgarlínu ásinn og fellir sig í rauninni að einhverju liti inn í landið. Og þarna erum við að horfa á götu sem þessi gata þá í rauninni helguð almenningssamgöngum hjólandi og gangandi en bílaumferðin í rauninni á götunum sem liggja utan við. Hér horfum við síðan yfir svæðið, við horfum í átt að verslunarkjarnanum sem staðsettur hér. Og í forgrunni eru svona þessar smágerðari byggingar sem að trappa sig niður í átt að ánni. Það eru svona ýmsar hugmyndir sem að hafa í ferlinu verið svona hluti á mótunarferlinu. Viljum að skipulagið geti tekið við óhefðbundnum hugmyndum þá sérstaklega með tilliti til sjálfbærni og stutt við hringrásarhagkerfið og þær hugmyndir. Þannig að við svona reynum að mynda aðstæður þar sem að kannski örlítið óhefðbundin starfsemi getur átt sér stað. Ein hugmyndin sem sýnd þarna möguleikinn á gróðurhúsi ofan á hluta af svæðinu, ofan á einum reit og þarna þá einmitt hugmyndin að sú starfsemi geti nýtt varma og mögulega einhver hráefni frá annarri starfsemi á reitnum. Sjáum þetta síðan úr austri yfir svæðið, horfum á skuggavarp annars vegar sumarsólstöðum og hins vegar jafndægrum og almennt með bara mjög svona sólríka inngarða á svæðinu og sjáum við nokkuð svona dæmigerða götumynd þar sem að bílaumferð fer í gegnum svæðið. Þetta ein af aðalaðkomuleiðunum inn á svæðið. Horfum aftur yfir í átt að einmitt verslunar- og þjónustureitnum staðstu hér, borgarlínan þessi rauðmálaði ás sem liggur hér í gegn og einmitt hér erum við þá að horfa á hvernig biðstöð borgarlínu gæti litið út. Þannig að vinstra megin þá í rauninni verslunar- og þjónustureiturinn, hvernig hann tengist við biðstöðina og þetta göturými borgarlínunar sem við horfum síðan út á hér. Sjáum við síðan svona nærmynd af hvernig skipulag á einum af þessum svona dæmigerðu reitum gæti litið út, þar sem við erum að horfa kannski mörg minni fyrirtæki að samnýta inngarð, samnýta bílastæði og aðra aðstöðu innan reitsins. Og þannig að þarna erum við að horfa á svona nokkuð hefðbundnar stærðir í atvinnurýmum í rauninni. Og sjáum við aftur innan úr einum svona reit yfir bílastæðin. Og hér eru síðan uppdrættirnir sjálfir sem að geti á sjálfsögðu skoðað betur á vefnum. Deiliskipulagsuppdrátturinn sem gerir grein fyrir byggingareitum og sjáum rauðu línuna sem þá borgarlínu ásinn, hvernig hann liggur í gegnum svæðið. Hér sjáum við síðan sneiðingar sem að sýna okkur ágætlega hvernig byggðin leggst að landinu. Þetta svona tiltölulega afslappaður landhalli sem við erum að vinna með þarna á þessum stað. En eins og við sjáum þá liggur Vesturlandsvegur töluvert ofarlega miðað við byggðina á svæðinu, þannig að þaðan frá séð horfum við yfir byggðina. Við erum að horfa á þetta 1 til 3 hæða byggð að jafnaði.
og skýringaruppdráttur sem sýnir aftur hvernig þá byggingarkroppar geta byrjað að fylla út í byggingarreitina sem við sjáum á deiliskipulagsuppdrættinum áðan. Nú, þessi uppdráttur gerir síðan grein fyrir fornleifum sem eru reyndar í rannsókn á svæðinu en það er einmitt einn af þeim hlutum sem er hluti af skilmálunum að sú lóð, það er rauninni bara ein lóð þar sem eru vísmyndingur að það sé eitthvað slíkt að finna, að það var ekki farið í framkvæmdir þar fyrir að undangenginni fornleifa rannsókn sem er reyndar í fullum gangi. Og síðan horfum við aftur yfir svæðið úr vestri. Sjáum borgarlínu ásinn hvernig það getum til að renna í gegnum svæðið og er svona mótar dálítið fyrir einhver íbúðabyggð sem getur síðan í framtíðinni byrjað að mótast í hinum megin við Korpúlfsstaðaveginn á Blikastaðnum. Þetta held ég síðasta glæran hjá mér, þannig að ég hleypi Önnu Guðrúnu að. Takk fyrir mig. Já, sæl. Ég heiti Anna Guðrún og er samgönguverkfræðingi á Verkís og ég vann svona á ýmislegt bara tengst samgöngumálum á svæðinu. Heyrist þá ekki leið mér? Okay. Uppbygging svæðis að þessari stærðargráðu kallar á ýmsar áskoranir í samgöngumálum og hér leggjum við talsverða áherslu á vistvænar samgöngur og höfum það mikið í huga við hönnun hverfisins, þess að við sáum áðan þegar við varum að tala göngu- og hjólaleiðir og fleira. Og borgarlínan, ég ætla aðeins að byrja nokkrum orðum hana, og hún er svona grundvöllur þess að sveitarfélög geti þéttbyggð svona í miðkjörnum og þróunarásum og vaxi. Og gert er ráð fyrir auknu byggingaheimildunum á þróunarás borgarlínar og dregið verður úr kröfum fjölda bílastæða og sem gerir þá byggingaraðinu kleift að byggja þéttar og með hagkvæmari hætti. Næstu áratugum munu íbúum höfuðborgarsvæðins fjölga ríflega 1,2% á árið 3.000 manns og umferðarspár sýna þrátt fyrir mikla fjárfestingar í nýju umferðarmannvirkjum að þá munu umferðartafir aukast verulega og ef ekki tekst að fjölga þeim sem nýta sér aðra ferðamála en einkabílinn að þá erum við í vondum málum. Og þess vegna er afkostamiklar almenningssamgöngur mikilvæg lífsgæðamál fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. En til þess að ná því marki að stórauka hlutfall almenningssamganga er mikilvægt að þær séu eftirkostnaðarverðari valkostur heldur en í dag og en jafnframt verða almenningssamgöngur að hafa meiri flutningsgetu en við þekkjum í dag. En göng- og hjólastígar, þeir vega einnig þungt. Og þess vegna erum við með góðar göng- og hjólatengingar innan hverfisins, en einnig eru góðar tengingar við stígana sem eru umhverfis. Sjá, það er náttúrulega gott stíganet hérna nálagt og við munum tengja okkur inn á það. Og gert ráð fyrir sérstöku hjólastígum meðfram borgarlínu ásnum og líka verður gangstéttir meðfram öllum götum í hverfinu. Já, en ég vil bara minna á það ekki verið útvísa einkabílnum, heldur ætlum við einfaldlega að bæta við fleiri valkostum og styðja við vistvæna samgöngumáta. Nú borgarlínan er hryggjarstykki hágæða almenningssamganga á höfuðborgarsvæðinu og hún verður jafnframt drifkraftur í þróun höfuðborgarsvæðisins í átt að sjálfbæru kolefnislausu borgarsamfélagi þar sem ungir sem aldnir fá raunhæft val að vistvæna ferðamáta með aðgengi að almenningssamgöngu, hjóla- og göngustígum. Og borgarlínan verður þungamiðja hverfisins og umhverfis hana munum við byggja ný og sjálfbær hverfi. Og borgarlínan gerir líka að verkum að fá raunhæft val vistvæna ferðamáta en hún mun hækka mikið þjónustustig almenningssamgangna með aukinni ferðatíðni, góðum ferðarhraða með sérrýmum og aukin flutningsgeta með stærri vögnum. Og líka gæði biðstöða skiptir hún líka máli til þess að fá okkur til að nota borgarlínuna, ekki bara góð tíðni og margir vagnar. Þegar biðstöðuna verða og greiður fargjörnur áður en gengin í vagnana og brautabílana verður sömu hæð og gólf vaxins, þannig að labba bara beint inn, ekkert tekið yfirstig og ekkert mál að koma með barnavagn eða hjóli eða fleira inn í vagnana. Auk þess verður góð aðstæði fyrir reiðhjóla og deilifarartæki á kringum borgarlínu stöðvarnar og skjólgól skýli og rundtjum upplýsingar og svo náttúrulega örtíðni, það náttúrulega skiptir ofboðslega miklu máli.
En uppi í Mosfellsbæ þá verður borgarlínan í 3. áfanga borgarlínu. Og þarna er líka mjög mikilvægt að borgarlínan koma á undan að samtímis uppbyggingunni. Eftir því sem að ríkjandi samgöngukerfi festa sig í sessi, þeim meiri tregða verður til þess að breyta og boða nýja samgöngutækni. Þannig ef allir byrja að koma á einkabílnum og borgarlínan ekki komin, þá er erfiðara fyrir fólk til að skipta yfir í borgarlínuna. Og hérna sjá ég svona drög að leiðakerfinu og það mun borgarlínan mun liggja hérna gegnum hverfið. Hérna eru við og hérna verður borgarlínustöð og þetta verður sér ás og það borgarlínan koma á 7-10 mínútna fresti á háannatíma. Þannig að þetta verður ansi ört. Það verður á 17 vagnar á klukkustund á háannatíma í báðar áttir samtals. Og en borgarlínan muni aka þá í sérrými alls staðar sem hérna kafla. Það verður hérna náttúrulega og það þýðir að almenn umferð verður ekki meðfram borgarlínunni. Og hérna sjáum við hvernig sniðið verður á kaflanum hér. Það voru bara borgarlínan, ekki bílar. Hér voru borgarlínan og göngu- og hjólastígar. En hérna þetta bara fyrir bíla hér, en hér verður borgarlínan og svo verður gata fyrir bíla meðfram borgarlínunni. Það verður þá 3 tengingar fyrir almenn umferð almenn umferð úr hverfinu, 2 inn á Korpúlfsstaðaveg og svo 1 hérna í áttina að Korputorgi. Og já, það verður ekki búið fullmóta alveg hvernig gatnamótin verður útfærð hérna á Korpúlfsstaðavegi, en við erum allavega að gera ráð fyrir að vera hringtorg hér og það verður alltaf að vera ljós á gatnamótin þessi borgarlína er. Það er banna almennt í gegnum allt kerfi að þá eru vinstri beygirinn og borgarlýsin á spannaðar nema það séu umferðarljós. Því að borgarlínan hefur algjöra forgang á gatnamótum borgarlínunar. Svo við gerum þá ráð fyrir að verður þá ljós hér og ljós hér. En hvernig útfærslan verður hér kemur síðar í ljós. En allan erum við að gera ráð fyrir hringtorgi hérna til að byrja með. Og upp á umferð öryggi í hverfinu þá verður 40 km hraði með frá borgarlínu ásnum en 30 km á hínum götunum. Og svo gerum við ráð þá fyrir uppbækkunum þar sem eru göngu, þveranir og slíkt. Og það fyrirhugað að komi misla gatnamót hérna í framtíðinni og þetta í vinnslu með Vegagerðin að skoða alveg Vesturlandaveginn í heild sinni og að endurskoða öll gatnamótin þar og innan aðeins skipulagt að komi misla gatnamót, en hvenær það verður að ráðast síðar. Nú en það ekki, við varum að tala hjólastíðan áðan, en það ekki bara nóg að bjóða upp á góða hjólastíða, við þurfum líka að bjóða upp á góða aðstöðu fyrir hjólinn. Og þess vegna verður að bjóða upp á hjólastaði í læstum rýmum og nálægt inngöngunum, bara 100 metra frá inngöngum verður að vera hjólastæði. Og svo á 90% hjólastæða sem eru fyrir iðnaðarhúsnæði og vöruhús og slíkt og skrifstofur eiga að vera í læstu öruggu rými. En auki þarf að bjóða upp á líka þá stærstu aðstöðu fyrir starfsfólk og svona svo að það getur nú komist í sturtun eftir að vera búin að hjóla í vinnuna og líka að fá búningsklefa til að geyma fötin í og slíkt. Og hérna reiknuð minna fjölda hjólastæða út frá bílastæðakröfu Reykjavíkurborgar. Það engin annar sveitarfélag búin að gera kröfu eins og þeir og samkvæmt þeim að þá ætti að vera 1200 hjólastæði í hverfinu. Sem ansi gott. Nú en það þarf í slíka bílastæði fyrir bílana. Flest bílastæðir verða í inngörðum eins og Björn kom inn á áðan. Sjáðu hvernig þetta inn á myndinni og bílastæðin verða á yfirborði og ekki gert ráð fyrir neinum bílastæðum í kjöllurum. Það ekki rétt. Það eru pallur einnilega, já. Þannig að það líka fælst mikið spartnaður í því. En hvað getur gert til þess að minnka bílastæða þörfina? Það eru nokkru hlutir eins og til dæmis blöndun landnoti skiptir miklu máli. En hér náttúrulega erum við með athugun og þróunarsvæði. Það best ef að íbúðabyggð samhliða upp á blandaða landnókun að gera. En það náttúrulega stutt í íbúðabyggð hér. En það næst samt einhver samningur stæði milli skrifstofu og verslun og þjónustu. Það
háannatíminn er ekki alltaf sami. Og já, en svo er líka mjög mikilvægt að fyrirtæki á svæðinu taki þátt í þessu og þá sérstaklega með að mynda sér samgöngustefnu. Og þá felst þau til dæmis í að bjóða upp á deilibíla fyrir starfsmenn að nota vinnutíma. Ef þú kemur til dæmis hjólandi í vinnuna þá getur þú fengið bíllánaðan hjá vinnunni til þess að skreppa á fundi eða til tannlæknis eða þau erindi sem þú þarft að fara í. Því að það með borgarlínuna gengur mest út á að koma okkur í og úr vinnunni á háannatíma. Þannig ekki að gengur ekki beint út á að redda þér ef þú býrði á völlunum í Hafnarfirði og ætlar að fara í heimsókn til frænku í Grafarvogi á laugardagskvöldi klukkan 8. Þannig að koma okkur í úr vinnunni að nota borgarlínuna en svo má nota bíl í einkaerindin en það er best ef að fyrirtækin eru með deilibíl fyrir því svo þú sért ekki að koma á þínum bíl í vinnuna og skapa umferð á háannatíma. Og en þá það líka að vera öruggur næsta hjólageymslu til að geyma þá vistvæna ferðamátaðin í, það kemur að hjóli og styrst og búningsaðganga. Samgöngustyrkir er líka mjög hvetjandi og sveigjanlegur vinnutími til þess að við séum ekki öll að koma á sama tíma, háannatíma, korter yfir 8 í vinnuna og klukkan 4 heim. Einnig er gott að fyrirtækin þá aðstoða starfsmenn við að skipuleggja samflot og vera með hvata til dæmis í formri gjaldfrjálsa bílastæða nálægt inngöngum og það verður reynda gjaldfrjáls bílastæði þarna en kannski bílastæði næst í helstu inngöngunum síðan þá fyrir þá sem koma í samfloti, eitthvað svona hluti sem hvetir fólk. Við gefum ekki upp lágmarkskröfu fyrir fjölda bílastæða af því að það getur oft skapað offramboð á bílastæðum eða þegar það er reyndast að uppfylla einhverja vissa lágmarkskröfu. Þess vegna gerum við notum viðmið fyrir fjölda bílastæða. Og svo hámörk, við setjum topp hvað má vera með bílastæði. Og við reiknum þetta líka út frá bílastæðareglum sem Reykjavíkurborg hefur nýlega gefið út. Og þegar við erum búin að, það er grunnviðmið sem að bílastæðaregluna gefa út en svo skoðum við ef við erum búin að taka tillit til samnýtingu bílastæða og þess að það veri virk samgöngustefna hjá fyrirtækjum og þá áætlum við að þetta sé svona viðmið hvað bílastæði þurfa. En að hámarki viljum við helst ekki hafa fleiri en 1200 bílastæði þarna sirka bát í hverfinu. Þetta er náttúrulega hendur líka þá uppbyggingar aðilum á svæðinu hvað eru tilbúin að leggja á sig til dæmis varðandi samgöngustefnuna og slíkt. En bílaskap umferð, þetta er náttúrulega alltaf umferðaraukning, sama hvað er náum að fá fólk til þess að nota vistvæna samgöngumáta. Í svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins þá eru sett fram markmið og þá er mismunandi eftir svæðum höfuðborgarsvæðisins hvað markmiðin eru. Á rauðu svæðunum er sett fram markmið að minnka ferða með einkabílum 30%, þannig að appelsínugulu svæðunum er það 15%. Og eins og það kannski glöggir áhorfendur sjá þá eru appelsínugulu svæðin þar sem að borgarlínan liggur. Og við erum á appelsínugulu svæði og erum að stefna á að ná 15% fækkun eða minni umferð heldur en hefði verið að við höfum ekki gert neinar aðgerðir eins og að efla almenningssamgöngur eða efla göngu- og hjólastíga í hverfinu. Og nú er markmið á höfuðborgarsvæðis í heild að hlutdeild einkabílsins í ferðum fari úr 75% í 58% og að hlutdeild almenningssamgangna fari úr 4% upp í 12% og gangandi hjólandi úr 21% upp í 30%. Þetta er háleit markmið en við verðum öll að taka þátt. Það er ekki bara að setja þetta á eitt hverfi í höfuðborginni, við þurfum öll að gera þetta á öllum svæðum í höfuðborginni, að hafa þetta í huga við hönnun og við uppbyggingu hverfanna. En það verður náttúrulega talsverð umferð í tengslu í hverfið og útreikningar sýna að umferðarsköpun vegna uppbyggingarinnar verði 13.600 ökutækja sólarhring og þá erum við búin að taka tillit til þess að við vonandi náum að minnka hlutdeild einkabílsins 15%. Og þetta mun hafa áhrif á umferð á Korpúlfsstaðaveginn en það er náttúrulega mikið svigrúm á Korpúlfsstaðaveginum í dag, ekki mikið notaður. Það eru 5.000 bílar á sólarhring allan í dag sem er ekki mjög mikið. En það verður talsvert umferð næst Vesturlandsveginum og í framtíðinni er það líklega að tvöfalda það. En sú umferðarsköpun sem er að koma hér frá þessu hverfi gerir ekki ráð fyrir að þurfa að fara í mislæg gatnamót þegar þetta hverfi eru fullbyggt en hins vegar
þegar hverju hér bætist við þá strax ríkur umferðarmagnið talsvert mikið upp. En við höfum ekkert skipulagið hér ekki nóg komið nógu langt til þess að við séum að skoða það almennilega samhliða þessu. Á framkvæmda tíma að þá hefur þessi framkvæmd almennt lítil áhrif á umhverfið. Það eru langt í næstu íbúðabyggð og getur verið einhver háamengun á framkvæmda tíma sem getur haft áhrif á gæði útivistar, svona golfvellinn og bara einbeita sér vel í svefninni eða í röltunni með úlfarsvellið. Það heyrist kannski ekki eins vel í fuglunum á smá tímpundum. En það er samt líklega lítið sprengingar á þessu svæði því að jarðvegurinn er þannig. Og það verður náttúrulega einhver aukning þungra ökutækja á Vesturlandsvegi og Korpúlfsstaðavegi þegar framkvæmdatíminn stendur. En almennt er hljóðvistin ágætt, hún er náttúrulega mikil mengun frá Vesturlandsveginum og hljóðmengun næst Vesturlandsveginum og stærsti hluta svæðisins er þá hljóðstigið undir 60 desibelum. Umferðarhraðinn hefur talsvert áhrif á hljóðstig en í þessum útreikningum hér var gert ráð fyrir 50 km á klukkustund en í hverfinu verðum við með 30 og 40 km hraða sem skapar minni umferðarhávaða. Og en sjálfsögðu hjálpa allar aðgerðir sem draga úr umferðarþunga sambærilegt þær sem hefur verið nefndar hér að framan til þess að draga úr umferðarhávaða. Og svo verður eins og Björn kom inn á að vera stór hús næst Vesturlandsveginum og það mun líka mynda svolítið hljóðvegg fyrir restina af hverfinu. Já, þá held ég sé búin að bruna í gegnum það sem ég hafði að segja. Já, komið sæl, ég heiti Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt hjá Landslagi. Við höfum komið að skipulagsgerðinni og því að vinna þessar hönnunarleiðbeiningar sem við gerum til þess að tryggja það að hugsunin úr skipulaginu skili sér inn í framkvæmdafasann og frekari hönnun á opnum rýmum og göturýmunum. Og þetta við erum líka að draga saman það sem hefur verið sagt hérna áður og því að sé eitthvað af þessu glærum í mjög stórum myndum hérna á undan eða þessum myndum sem birtast hérna. En hérna sjáum við hversu vel þetta svæði er í sveit sett með tilliti til umhverfisgæða, stutt niður á strönd, umhverfi Korpu, Úlfarsfellið handan við Vesturlandsveginn. Þannig að hérna eiga þeir sem þarna komið til með að starfa og heimsækja eiga möguleika á að skjótast hvort sem er fyrir eftir vinnu eða í hádegishpásunni í góðan göngutúr eða hjólatúr eða hvaða leið sem menn kjósa að nota til þess að ferðast í þessari náttúru. Og aftur yfirlit yfir svæði þá í heild sinni. Við náttúrulega erum að tala þarna vistvænt hverfi og að það fái grænt og náttúrulegt yfirbragð og við erum að nota öll trikkin í bókinni til þess að gera það. Og þetta snýr það bæði að bara gæðum almenningsrýma, göturýma, það snýst að því hvernig við meðhöndlum ofanvatnið og nýtum okkur nær umhverfið. Við viljum grípa, eins og segi, við nota til dæmis blágrænar ofanvatnslausnir til þess að bæði að einfalda fráveitukerfi og til þess að skila sem mestu af regnvatni og grunnvatni út í umhverfið eins og það hefur gert hingað til. Og þetta er skematísk mynd sem sýnir það og það er nauðsynlegt þegar við erum að vera að hanna og skipuleggja svona hverfi og að beita þessum aðferðum að þá þarf að fara strax á skipulagsstiginu í ákveðna forhönnun á götunum sem að verkið tók þátt í að gera, þannig að við áttum okkur í hvaða, eða við stýrum því í hvaða áttir götur halla til þess að vatnið renni nú allt í rétta átt og skili sér að lokum út í umhverfið.
og þannig að þetta sýnir svona hvernig það kerfi að við erum annars vegar að bláu pílurnar sýna sem sagt rennsli vatns í götum og geirum og grænu eru þá hvernig vatnið og regnvatn rennur lóðir og hvernig við erum með ákveðin viðtaka neðan við hverfið, svona ákveðin svona stuðpúða milli hverfisins og umhverfi Korpu, votlendisins sem þarna niðri við Korpu, að við notum þennan stuðpúða sem viðtaka fyrir ofanvatnið og miðlum þannig áður en vatnið og hreinsum áður en á náttúrulega hátt áður en það skila sér út í ána. Og sem sagt, það fylgir svona sem skýringagagn skipulaginu þessi hönnunarhandbók og þar erum við svona að hvetja til þess að þegar fyrirtæki sem fara að hanna og skipuleggja sig inn á svæðið að þau svona hafi svona ákveðin bæði hugmyndabanka og svona vísbendingar það hvernig þau geti unnið sín úti svæði í þágu heildarhverfisins. Bæði með þarna eru svona dæmi græn þök og græn þök geta bæði verið sem sagt þök sem bara hreinlega torfi klædd eða þau geta líka verið græn á þann hátt að hafa ákveðið útivistargildi og nýtanleg þannig fyrir starfsfólk og þau náttúrulega milda ásýnd á byggðarinnar, sérstaklega því eins og Bjarni lýsti það við horfum svolítið yfir hverju að hluta frá Vesturlandsveginum og tala ekki það sem fara alla leið upp á Úlfarsfelli. Þannig að það er mikilvægt að yfirbragðið sé grænt og vænt. Og þetta líka, grænu þökin líka ákveðin leið til þess að tempra vatnsrennsli, það er svona ákveðin svampur sem að hægja þá á rennsli regnvatns og raun og veru kannski í einhverjum tilfellum komið í veg fyrir að það vatn þurfi að fara í lagnir og þess vegna hluta til bara gufa upp náttúrulegan hátt. Síðan eru svona útskýringar á bara göturýmunum líka og bæði þessum borgarlínuás, hvernig hann það sem að eins og hefur sagt að við ferðumst sko á borgarlínunni í sérrými eða hún ferðast í sérrými gegnum svæðið og sem þar gert ráð fyrir bæði ofansrásum sem fylgir þessu sérrými og í tengslu við það verður hægt að rækta góð götutré sem að svona eins og við sjáum svona birtast á þessari skýringamynd en við erum náttúrulega ekkert í það á þessu stíð að binda okkur við ákveðið tegundaval en bara ætluðumst til þess að þetta séu tegundir sem að hæfa þessu umhverfi eru góð reynsla af og eru og við reiknum freka með blöndun tegunda til þess að eitt áfall eða blöndu sjúkdómar eða einhvers konar skilyrði, ytri skilyrði sem ekki eru viðráðið eyðileggja ekki allt sem að hefur komið sem svolítið ákveðin hætta þeim að bindast við of fáar tegundir. Það má segja sko borgarlínustöðin er svona hlið inn í hverfi og þess vegna andlitið út af við líka og umhverfið þess þarf að vera náttúrulega glæsilegt og myndalegt og stöðurnar þær þurfa að vera yfirbyggðar og vandaðar með farmiða sjálfsölum og upplýsingaskiltum og hjólastæðum og aðgengi fyrir alla tryggt með því að hafa brautapalla í hæði með vögnum eins og fram hefur komið áður og við gerum til að ráð fyrir því líka að þar sem að gönguleið þvera göturnar svo í hverfinu og þar sé forgangurinn að gangandi og það þessar götur sem liggja þarna sikur megin við borgarlínuna og þarna svona dæmi það hvernig og svona útskýring á því hvernig ofanvatnsrásir virka. Þær eru ekki bara það að taka við vatninu heldur skapaði það líka ákveðið tækifæri til þess að gera göturýmið grænna og meira aðlaðandi heldur en það hefði kannski annars verið með hefðbundnum hætti. Og grænu geirarnir sem eru þarna í hverfinu líka, þeir hafa þetta hlutverk líka að leiða vatni í rétta átt í átt að Korpu
og þarna eru sem sagt 2 grænir geirar sem gera það og þeim fylgja þá stígar sem tengja skipulagssvæðið við útivistarsvæðið við Korpu og þar sem að grænu geirarnir mæta götum og borgarlínuásnum þá eru öruggar þveranir sem sjá til þess að stígurinn sem sagt í grænu geirarnum rofni ekki og sé greinilegur og skýr. Og á þessu grænu geirum þá taka ofansrásirnar við ofanvatninu og síga það niður í jarðveginn eða veita því yfir í lautir sem eru svona ákveðin viðtæki til þess að taka við svona meiri látum í leysingum þessu þar. Og ef það er hæðamunur, ef það sem rásirnar fara yfir ákveðin lengdarhalla þá eru sem sagt það er stallabotnin í þeim til þess að það er hægja á þeim líka. Þetta gengur allt svolítið mikið út á það að tempra og hægja rennsli vatns. Og þarna er svo skýringarmynd sem sýnir svona hvernig þessi stuðpúði sem ég nefndi, það virkar áður en vatninu fær að leka út í friðaða votlendi sem er á bökkum Korpu og það getur svona tekið við ákveðnu vatnavöxtum við ákveðin skilyrði og þarna erum þá að reikna með að stígarnir sé að hluta til timburstígar sem að vatn getur flætt undir og bara skapa það ákveðna svona skemmtilega náttúruupplifun líka á svæðinu og gera það aðgengilegt. Og svo erum við að horfa til þess að svona innan svæðisins verði einn svona hringur, svona styttri hringur sem að er svona góður kortes gönguhringur til þess að taka til þess að hlaða batteríin í pásu í hádeginu eða fyrir eftir vinnu og gera það fyrir svona skýra og góða aðgengi að þessum hring. Nú, það er líka hvatning til þess að gera vel í nær umhverfi byggingana með góðum dvalarsvæðum þannig að við nýtum okkur þessar skilyrði sem byggðarmynstri er að mynda með skjóli og góðri afstöðu sólar að bæði gestir og þeir sem þarna starfa geta nýtt sér stuttar pásur og góða daga til þess að fá sér frísloft. Og þá erum við að hvetja til þess að þarna verði náttúrulega vandað til verka í annan útfærslu og framkvæmdum og viðhaldi. Og þannig að við verum að vinna þarna bæði með runna og trjágróður og náttúrulegt yfirbragð. Líka benda það að fer náttúrulega eftir í hversu hratt hverfi byggist upp að það er hægt að til dæmis að nota lóðir eða svæði sem ekki fara strax í notkun svona fyrir tímabundin dvalarsvæði með einföldum hætti og ákveðin svona hugmyndabanki það og hérna eru svo að lokum bara 2 svona opnur úr þessari hönnunarhandbók bara til þess að sýna hvernig hún er uppbyggð, það er tekin fyrir svona ákveðin þemu eins og þarna er það blágrænar ofanslausnir og bakkar Korpu, því gera skil, hvernig við sjáum bæði hvert hlutverk þessara svæða er og hvernig við bendum á að hægt sé að móta þetta og nota og eins líka erum við að koma inn á hvaða plöntutegundir henta vel og eru vistfræðilega svona ásættanlegar til þess að bæði að gera svæðið náttúrulegt og að hjálpa til við að brjóta niður mengandi götuvatn og unna sér þarna vel í þessu umhverfi og verða jákvæð viðbót. Og sömuleiðis er hérna önnur opnað sem sýnir þá hvernig grænu geirarnir eru hugsaðir, hvernig þeir eru hugsaðir í mótun og hlutverk og hvaða tegundir koma þar til greina. Það er ekkert að fara að þylja þær allar upp og eins með göturýmin. Þannig að þetta er svona stikkpröfur úr hönnunarhandbókin bara til þess að sýna hvernig hún er uppbyggð. Og þar með hef ég lokið mínu máli. Takk fyrir. Ég vil bara þakka kærlega fyrir þessar yfirferðir á þessum gögnum.
Ég ætla aðeins til að fara tilbaka í svo fallega mynd sem Björn sýndi þaðan. Fínt að hafa hana í þennan. Þessi. Já, það er svo að komið fram að þetta auðvitað bara umfjöllun úr þessum gögnum sem að fylgja deiliskipulaginu. Það eru líka fleiri skýrslur og greiningar í aðdraganda verkefnisins og eru notaðir sem í hluta hönnunarinnar eru aðgengileg á vef. Við viljum líka taka það fram að við vitum til þessu auðvitað að á undanförnum vikum og mánuðum hefur auðvitað verið mikil umræða uppbyggingu á Blikastaðalandi í Mosfæ. Við erum annars vegar þá alltaf að tala uppbyggingu Blikastaðalands sem íbúðarsvæðið og þá svæðið sem norðan, eins og sést þarna auðasvæðið sem merkt íbúðabyggð og svo hins vegar athafnarsvæðið og atvinnusvæðið sem þetta syðra svæði. Við erum komið töluvert lengra með þetta verkefni heldur en hitt. Við erum hér þetta verkefni búið að vera í formlegri kynningu, umfjöllun, vinnu, samtali, samvinnu og þá athugasemda ferli með einum öðrum hætti síðan 2019. Við erum ennþá að taka ábendingum og þetta stór hluti í því ferli og mikilvægur liður að gefa fólki tækifæri til þess að kynnast þeim uppbyggingum sem hér eru. Þetta gífurlega mikið magn, eða verið litið á það. Þetta verða alltaf 90.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði sem að koma þarna fyrir, þetta í náttúrulega skrefum og áföngum og mun byggjast upp á einhverjum tíma. Við sjáum það líka sem mikilvægan þátt í því þegar að kemur að þróun atvinnusvæðisins sem verður þarna norðar, íbúðarsvæðisins sem að kemur samhliða þessu, að koma svona atvinnukjarn eins og þessum áfram innan sveitarfélagsins. Hann hefur líka tækifæri til þess að sækja önnur atvinnusvæði og aðra íbúðabyggðu sem að tengjast þessum einum öðrum hætti handan sveitarfélagamarkanna. Þannig að við getum þá farið að dreifa líka álagi og tækifæri fólks til þess að búa nær þeim starfsvettvangi sem að það kýs innan sveitarfélagsins. Líka minna á að það hefur mikið verið rætt svo sem samgöngur og samgöngumáta og það sem tengist þessu verkefni. Hér verið að vinna beint eftir samþykkt og breytingu svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins sem var gert árið 2018. Þessi farið var í það að búa til ákveðna þróunarása í gegnum borgina og þá það þessi 7 sveitarfélög sem vinna sameiginlega svæðisskipulagsáætlun til þess þá að koma á þessum þróunarás og uppbyggingar áformum þéttingu svæða, þar sem að tækifæri bæði gefst og þar sem að umferðin mest eins og Anna kom inn á. Þannig að það allt í samræmi við samþykktan samgöngusáttmála sveitarfélaganna og ríkisins frá 2019. Þannig að við erum í raun bara að byggja ákvarðanir á því og þannig að fólk hafi það í huga varðandi þetta verkefni. Hér ekkert verið að kynna kannski einhverja umturnun á því eða algjöru nýjung, heldur verður þetta ákveðið stykki í svona heildarsamhengi þessar uppbyggingar innan höfuðborgarinnar. Og alveg ljóst að Reykjavíkurborg eftir að taka stóra hluta af sínu landi og Keldnalandi og svo í framhaldinu og svo auðvitað við að tengja við íbúðabyggð Mosfæjar í framhaldinu. Við ætlum sér að opna fyrir og taka spurningar. Ég hef reynt að fylgjast með YouTube-rásinni þar sem fólk hefur verið líka að horfa á okkur heima eða hvaðan sem úr sumarfríinu, það að fylgjast með. Það ekki komið margar spurningar hingað til, lengar frá því ég lagði fram í síma rétt áðan, en það minna á að það komið sér að fólk getur farið að skrifa þá spurningar og við tökum kannski einhverjum úr sal og það tekur þetta 30 sekúndur fyrir okkur að fá þær í snjalltækið. Þannig ég bara að opna fyrir það. Einhverjar spurningar úr sal? Já. Varðandi íbúða í Staðarhverfi, þetta einhverjar samgöngur sem gangstíga eða eitthvað slíkt í tengingu við borgarlínuna þarna fyrir okkur íbúða þar hverjum? Já, það spurt íbúðasvæði í Staðarhverfi sem handan borgarmarkana, sveitarfélagamarkana og tengingar við svæðið. Já, hann kom aðeins inn á það þráinn, það sást á mynd sem hann var með, þar sem þetta ljóst að Korpúlfsstaðavegurinn, hann mun tengja áfram svæðin með einhverjum hætti og sá vegur verður einhver tímapunkti svona hálfgerður innan sveitarvegur þegar búið að vera að byggja beggja vegna. Og þar verða bættir stígar þar meðfram, þannig að það verður svona vistlegra að komast þar yfir. Það ekki hluti af þessu verkefni að þvera með einhverjum sérstökum brúm að svo stöddu, en alveg ljóst líka að Reykjavíkurmegin eru þeir að fara í þéttingu sem í átt að Korpu, þannig að þetta verður samgrónari byggð beggja vegna með tíð og tíma. Þannig ég held að hönnun á Korpúlfsstaðaveginum verður svona næsta verkefni sameiginlega fyrir sveitarfélögin til þess að fara kannski í og ná þeirri tengingu. En hún kannski ekki eitthvað beint sérstaklega hér, en það sást kannski vel á uppdráttunum hversu afskipt þetta svæði í stórsamhenginu.
en vissulega þá það mjög mikilvægur þáttur. Einhver með góða spurningu? Já? Það kannski spurning, það hugsað sko, það talað hvað 30% að umferðinni sé gangandi eða hjólandi. Ég að velta fyrir mér sko, hvað hugsað að sé mikið hlutfall þarna af sko, skrifstofubyggingum versus sko, verslun og þjónustu. Og ég svolítið hissa á sko, þessu, með þessi miklu bílastæði á milli byggingarna. Og ég svona velta hérna hvort þetta sé réttefni að það verði korputún eða hvort það verði korpuskeifa. Þetta hrættur eitthvað að svona, ef húsin eru svona bara kassar og þetta sé kannski fyrst og fremst, sýnist mér að þetta sé fyrst og fremst byggt upp fyrir bílinn sko á svæðinu. En ekki, og ég skil ekki akkurat með það að það verði lítið þörf á sprengingum þarna akkurat og að jarðvegun sé góður akkurat sé ekki nýtt á tækverk sem þetta setja bílakjallara. Ég ætla að reyna að taka þetta svona svolítið saman. Það satt spurt þá varðandi þá áætlanir innan höfuðborgarinnar sem svolítið stóra samhengið að ná 30% gangandi og hjólandi á svæðum og þá eru vangaveltur það hvort að hér sé verið að byggja of mikið í kringum bílinn í tengslu við þá bílastæði og þá þessa inngarða sem að mögulega kom inn á og þá ekki síður kannski hlutfalli milli skrifstofu, verslunar og þjónustu og þá aðgengi standi kring. Ég velti fyrir mig hvort að eitthvert ykkar myndi vilja kannski drepa aðeins niður á þessu og þá kannski ástæði fyrir af hverju förum ekki í bílakjallara til þess að minnka möguleikann á einkabílnum eins og nefnt þar sem að þarf auðvitað eitthvað gröft. Að koma einkabílnum niður þannig að þetta geti verið grænna sæl. Það var kannski, svona með stutt á hann ég hleypa einhverjum það auðvitað kom fram í og í hönnunarleiðbeiningunum að það ekki gerð lágmarkskrafa á bílum og bílastæðum sem stundum gert til þess að gefa akkúrat möguleikann að fara frekar niður með magn bílastæða og áframhaldandi hönnun þessara inngarða með öðrum hætti. Það algjörlega ljóst að þessi tenging að þetta eyland til að byrja með og uppbyggingin tekin einhver fasi áratug fram í tíman þá verður tengingin ekki eins góð og aðgengi kannski í nálægð við uppbyggingu íbúðasvæða og við væntum í framtíðinni. Þannig að þetta vonandi verður þá fyrir vikið þegar það kemur þetta ekki svo eyja sem að Skeifan eru svo nefndir. Heldur hins vegar þá eigum við eftir að fá íbúðabyggðina örlítið nær til þess að ná þessum samlegðaráhrifum. Eitthvað sem þið viljið koma inn á það sérstaklega? Já, kannski alltilega. Já, þakka þessa spurningu. Við höfum hugsað þetta mikið. Við erum að búa til skipulag sem mjög sveigjanlegt. Við vitum ekki nákvæmlega hvaða fyrirtæki, hvað verður mest eftirspurt og svo framvegis. Við höfum ágætis vísbendingar það hjá Reitum fasteignafélagi. Við erum að reka verslunarhúsnæði, skrifstofur og annað slíkt. Við teljum að við áætlum í þessu að þetta væri sirka bát 1/3 verslun og þjónusta, 1/3 skrifstofur, 1/3 vöruhús, / svona fjölnota rými, svona vinnurými eða eitthvað slíkt. Við teljum það bara ólíklegt að hér myndist mikil skrifstofubyggð. Þá væru það líka hærri og hærri byggingar og meiri þéttleiki býður upp á sterkari innviði eins og bílgeymsluhús. Þau eru fokdýr í byggingu. Hér verið að setja áherslurnar á gæði hverfisins með einfaldar byggingar og vera með bílastæðin ofjarðar heldur en að grafa þær niður með öllum tilkostnaði. Við erum að hugsa hagkvæmar byggingar fyrir fyrirtækin svo að það geta áfram veitt hagkvæma þjónustu og vöru. Við munum aldrei upplifa þetta hverfi í 100 metra hæð og horfa niður á það. Við munum ferðast í göturýminu og þar með byggingarnar munu veita skjól og bílarnir sem eru oft svona stór bílaplön eru oft bara lítið á umhverfinu og þá eru þau komin þarna inn. Þannig að þú upplifir það ekki nema notandi þarna eða gestur sem komin þarna inn á svæði. Bílastæðin, fjöldi bílastæða þarna, svo setjum þetta í einhver samhengi, eitthvað kringum 1000 stæði. Það svona svo áætlun, við vitum það ekki. Kannski þarf að fara einhvað niður sums staðar og það sem þarf. En til að mynda
ef að þetta hefði verið byggt eftir gömlu byggingareglugerðinni með lágmarkskröfur stæði, þá væri þarna líklegast 2000 og eitthvað stæði. Þannig að við erum með þetta er mjög aggressíft, þetta eru færri bílastæði, við viljum frekar byggja þarna byggingar heldur en hafa lóðarnar stórar. Þeir sem þurfa stóra athafnasvæði hafa valkosti að annars staðar á höfuðborgarsvæðinu og líka innan Mosfellsbæjar. Þannig að þetta er fyrst og fremst hugsað fyrir fólk, þannig að þetta er mjög aggressíft þessi bílastæðafjöldi. En við verðum að hafa einhvern sveigjanleika ef þetta verður allt í einu rosalega eftirspurn sem skrifstofubyggð, þá gæti þetta bregðast við því ef eitthvað eitt sker sig út úr. Takk. Kannski alltaf að koma afsakið inn á eitt sem maður nefnir, er hönnunin sem er kannski sérstaklega önnur hér heldur en kannski þekkist á öðrum sambærilegum athafnasvæðum og þar með nefnd Skeifan. Ármúli, Síðumúli er svona annað kannski svæði þar sem að frekar af þeim þar sem að byggingin er sett á mitt bílastæðið, þar sem að þá verður grárými götunar gífurlega breytt, það fer í ómanneskjulegan skala, þar sem þú ert að ferðast annarkvort á stígum eða annars staðar á milli fyrirtækja. Hér er verið að reyna að koma því frá, þannig að það verður í raun andrými húsana sem hafi tækifæri til þess að grípa það eða þróa það áfram í stað þess að koma þeim upp við götuna eða við samgönguása sem að gera það verkum að það verður illþróanlegt áfram og í raun verðum við alltaf með ómanneskjulega fjarlægðir milli bygginga. Var einn spurning hérna? Nú erum við lítið vita á þessu en hönnunar leiðbeiningar, þýðir það að það ekkert skilyrt að byggja þetta svona grænt svæði með grænum þökum og allir gróður og annað. Er þetta eitthvað sem að bærinn mun setja upp og hafa þetta þannig að þetta líti svona út? Já, það er spurt hönnunarleiðbeiningar og hvaða raun gildi það hefur til þess að ná kannski þeim markmiðum sem að hér sést á þessari mynd. Það er þannig að auðvitað er þetta skematísk tilgátumynd af kannski útliti húsa og þeirri framsetningu. En í deiliskipulaginu sjálfu er gerð ákveðin krafa gróðurþekju, hlutfall hennar í prósentum. Það er gerð krafa hönnun á lóð sem þarf að koma frá landslagstöðunum þá sérstaklega. Og það er gerð krafa það að við sem starfsmenn og þá fagfólk sem rýnir þetta, meðal annars ég sem skipulagsfulltrúi og annars vegar þá með byggingafulltrúa og eftir atvikum þá skipulagsnefnd sem fer yfir, að við tökum uppdrætti til umræðu og inn í nefndum. Þannig að við erum að reyna að búa til líka ákveðið lýðræðislega tækifæri til þess að hjá stjórnsýslunni og hjá Mosfellsbæ að við höfum tækifæri til þess að gera athugasemdir við þá hugmyndir verktaka ef okkur finnst það ekki uppfylla þá bæði deiliskipulagskröfurnar, þá sérstaklega þegar settar eru prósentutölur kannski græna gróðurþekju eða gerðir af einhverjum tagi eða uppbrot húsa og höfum þar með ákveðið ventil til þess að vænta þess að ná þeim útlitslega árangri sem okkur finnst skipta máli til þess að ná þessari kannski manneskjulegri byggð og ásýnd svæðisins. Þannig við erum að passa það að við missum það tól ekki úr höndunum. En Mosfellsbær mun þá samt skilur það sig til þess að hafa græna svæðið á borgarlínunni eða ekki? Það sem er sameiginlegt og tjarnmyndar á þar? Já, frágangurinn á þessu, innviða frágangurinn er hluti af þá samningum sem að Mosfellsbær og Reitnir hafa unnið með sér uppbyggingu innviðan í heild sinni og það verður þá bara síðan boðið út og við munum auðvitað ganga frá svæðunum eftir þessum hætti. Við þurfum að ganga frá tjörnunum eins og komið inn á, við þurfum að koma ofast lausnunum í gagnið því það skiptir okkur miklu máli til þess að því að það verður auðvitað mikilvægt að koma vatninu frá og svo náttúrulega á eftir að hanna kannski einstaka þætti eins og eftir aðstæðum, timburpallana, göngustígana. Þess er þetta að tala leiðbeiningar. Þetta er ekki raun hönnunargögn til samþykktar. Þannig að við þurfum að hafa frekar áætlanir til þess að vinna okkur að þeim markmiðum. Þannig að frágangur verður vonandi sambærilegur og það sem að fram kemur hér. Já, Kjartan hér. Ég má bara spyrja annars vegar út í tímaramman á þessu. Það er að segja auðvitað núna listir komið svona ákveða stað en og svo var líka að tala það að í tengslum borgarlínu hjá 2030 eða 2032 eða eitthvað slíkt. Hvernig og það var ekkert farið yfir svona uppbyggingar skiptinguna í hvað fasa þetta gert. Er eitthvað ákveðna byggingar farið fyrst í og þar komið til göttunum hvernig þetta skipast það að gera og svo kannski svona bara til þess að meira áttum á eða útúlaka
Það augljóslega, eða sem sagt varðandi iðnaði sem verður þarna, við erum vantilega að tala um léttan iðnað, eða hvað erum við að tala um? Erum við að tala um, er þetta útilokun á ákveðnum iðnaði, erum við ekki að fá til dæmis þangað ég veit ekki, svona einhvern bifreiðaverkstæði eða eitthvað slíkt, eða er einhver ákveðin típa, ekki það sem slæmt, en er einhver ákveðin típar af iðnaði sem útilokar af svæðinu, eða er þetta bara algjörlega opið? Ok, það spurt svona tímaramann, uppbyggingu tímarama, sérstaklega var þetta tækifæri borgarlínu, áfangaskiptingu og þá hvers konar atvinnu uppbygging eða iðnaðar uppbygging sem það var orðað geti komið á svæðinu. Tímalína borgarlínu vissulega er rétt að það er langtímamarkmið, talaðum til 2030. Við erum auðvitað tiltölulega aftarlega kannski í þessar tengingum, það eru stóru lönd Reykjavíkurborgar sem að þarf að vinna að áður. Það er þó þannig að gert er ráð fyrir að keyra borgarlínuna og það tímaáætlun sem að þar er fyrr og borgarlínu leiðakerfið, en það mun þá keyra Vesturlandsveginn þangað til að þetta kemur. Við munum á einhverjum tímapunkti auðvitað tengja þetta með almenningssamgöngum með einum hætti. Það er strætóleið sem að fer Korpúlfsstaðaveginn í dag og þannig að svæðið mun alveg tengjast, en það náttúrulega kemur aftur inn á kannski bílatengingarnar að hluta til. Þannig að við erum ekki með náttúrulega nákvæmlega tímapunkti hvenær þetta tengist innan þess tímaramma sem þú nefnir, hvað borgarlínuna varðar. En það er verið að vinna hana áfram og er í raun verið að reyna að flýta ákveðnum áfengum og sérstaklega tengingum milli sveitarfélaga og auka samtali þar því það skiptir náttúrulega svolítið máli. Og Vegagerðin er náttúrulega núna búin að taka verkefnastofu borgarlínu og við erum að funda stíft með þeim. Uppbyggingaráformin hér í samningum að vera að tala um svona áratuga uppbyggingu. Það náttúrulega skiptir máli í þá uppbyggingafasanum að við þurfum auðvitað sameiginlega með reitum eða sveitarfélagi að finna þá og leggja til þá greiningu á eftirspurn til uppbyggingar og við þurfum að leggja auðvitað í útboð gatnagerðar á ákveðnum fösum. Þá skiptir auðvitað máli að við vitum og sjáum fyrir kannski uppbyggingu og nota ákveðna reita. Ég man ekki hvort að Friðjón kom inn á það en það er tillaga um að fyrsti reiturinn við borgarlínu stoppið sem að tekið fram, sem verður svona verslunarreitur með þá matvöruverslun og öðrum verslunum sem eru kannski ekki beint svona vinnustæðir svo kannski áður verið nefndir, að það verði með fyrstu áfangunum og þannig verður þetta að vinna sig með frá borgarlínu ás og svo innað og auðvitað þá suður úr, eða afsakið vestur úr. En hvers konar iðnaður kemur þarna, þetta er náttúrulega athafnar verslun- og þjónustusvæði, þannig að í athafnarsvæðum skilgreiningu er talað kannski léttan mengunarlausan iðnað, en við erum ekki að sjá þetta sem iðnaðarhverfi. Þetta gæti orðið þarna ákveðin stærð geymsluhúsnæði eða fyrirtæki sem þurfa ákveðið rými, kannski loftrými með einhverjum hætti. Við erum sjá þetta bæði í lyfjafyrirtækjum með innflutningsfyrirtækjum með öðru. Við erum ekki með mjög sterkar skýra kröfur á hvers konar fyrirtæki að koma þarna. En vegna hönnunar á svæðinu, takmarkar á bílastæðum, takmarkar á athafnarsvæðum utanhús, þá erum við ekki að sjá kannski bílaverkstæði eða þess konar fyrirtæki sem að þurfa slíkt rými. Það eru önnur svæði sem að taka við slíku. Þannig við erum ekki með skýra leiðbeiningar á hvernig fyrirtæki koma, en hönnunin á öllu svæðinu gefur náttúrulega undir fótinn og ýtir kannski því sem við köllum örlítið meira mengandi eða ásýndar iðnaður þá frá. Ég kom eitthvað frekar inn á þetta, svarar þetta ekki svona nokkurn veginn markmiðum? Takk. Kannski aðeins varðandi tímaramman, ég er ekki alveg hvenær sjáum við fyrir ykkur framkvæmdu getur hafist þarna og eins langaði mig að spyrja í sambandi við tegund þessa atvinnuhúsnæðis, hvort að það sé verið að styðjast við eitthvað svona markaðsrannsóknir eða hvort að reitir sé með upplýsingar eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði sem að það byggir þá þessa flokkun sína á, þetta sem að nefnda á henni þriði og hvort að það væri það möguleiki að þetta myndi þróast þannig að það yrði meira skrifstofuhúsnæði heldur en áætlaði núna ef eftirspurnin verður slík. Já, spurningin er kannski grófum dráttum þá tímaramman framkvæmdir og hvernig þetta verður að sjá það fyrir hvernig hefja megi framkvæmdir á þessu svæði og þá þróun hvers konar atvinnuhúsnæði geti komið og þá hvort það breytist á hugmyndafræðinu og skrifstofuhúsnæði, en fyrir að koma örlítið inn á það áðan, þessar hæðir og annað sem er verið að reyna að búa til húskroppa fyrir og hvort að markaðsrannsóknir liggja því. Ég leyfi Friðjón að koma kannski aðeins inn á það. En varðandi tímaramman, þá erum við með þetta núna í auglýsingu og kynningarferli og ef að úr gengur að vinna úr athugasemdum, lagfæringum, hugsanlega einhvers konar kynninga og breytingum eða tilkynna niðurstöðu,
þá hægt að taka svona deiliskipulag og til samþykktar undir lok ársins og kannski með áramótum. En þá hefst náttúrulega samhliða einhver tímapunkti eða eftir það hönnun gatna, áfanga eða skiptingu og svo eftir atvikum náttúrulega útboð gatnagerðar. Og við þurfum að sjá til hvaða tímaramma og framkvæmdaraðila við fáum til þess. Þannig að væntingar eru auðvitað til ef að vel gengur að hægt væri að hefjast framkvæmdir þarna með vorinu. Fríðan kemur kannski örlítið inn á hvers konar atvinnuuppbygging eða rannsóknir eða þau fyrirtæki sem að þið hafið verið samskipti við. Takk fyrir spurninguna. Jú, við höfum velt þessu mikið fyrir okkur og þetta var niðurstaðan okkar. Við erum með það má segja, viðskiptavinnar okkar þeir endurspegla atvinnulífið að miklu leyti. Þannig að við erum náttúrulega með mjög góðar upplýsingar þarfir fyrirtækjanna, hver eru að leita á hana slíkt. Og svo erum við mælikvarða það sem heitir leiguverð, stígandi leiguverð eða lækkandi, eftir hvort það sé skrifstofur eða verslun og hana slíkt. Þannig að við erum með mjög góð tæki og tól til þess að meta eftirspurnina og þetta er svona okkar mat. Hafandi sagt það, þá verður alltaf að vera sveigjanleiki í skipulagi og sum skipulagi er bara alls ekki sveigjanleg. En hér erum við með slíkt innbyggðan sveigjanleika sem getur tekið við raun og veru nokkurum útkomum. Og það sá enginn fyrir þetta COVID og aukna heimavinnu, þannig að ykkur þörfa fyrir allt þetta skrifstofuhúsnæði sem við eigum á höfuðborgarsvæðinu. Verslun eru að fara á netið og þurfum við þá verslunarhúsnæði. Þannig að þetta eru allt spurningar sem við erum að áskorunir og trend sem við erum alltaf að spá og speklar í raun og veru alla daga, sko. En lífið heldur áfram og hér erum við að skipuleggja til langra framtíðar. Við horfum á okkar fjárfestingar í 30 til 50 ára horisont, þannig að það kann að vera að samsetning fyrirtækina verði með einum hætti hér í upphafi og svo taki það einhverjum breytingum. Þannig var það til dæmis með Skeifuna, hún er skipulögð sem iðnaðarhúsnæði, iðngarðar fyrir framleiðslu. Svo var það einhver allt öðru, var það raun og veru að svona retail park. Og okkur finnst ágætt að bera okkur samanstundum við Skeifuna, ekki að því að það sé svo fallegt að litast eða það sé svo öruggt að labba milli húsa, en þar eru bæði stór fyrirtæki með svolítið svona fótspor og umsvif, alveg frá stór fyrirtækjum upp í bara, einn sálfræðing sem rekur skrifstofu á annar eða þriðju hæð, sko. Þannig að það er svolítið svo flóra, mjög breið flóra fyrirtækja, þannig að við sem að tryggja ákveðna fjölbreytileika og forðast einsleitni. Við höfum smá reynslu af svona sambýli í Kringlunni, þar sem við eigum að stærstu leyti og erum að reka og erum að tryggja einmitt samval rekstraraðila og þjónustuaðila til þess að tryggja svona góðan front svona út á við. Þannig að við höfum talsverða reynslu af þessum verkefnum til þess að keyra svona verkefni áfram. Takk. Einhverjar fleiri spurningar úr sal. Þeir eru eitthvað ekki háværir áhorfendur okkar á þúvarpinu, en þeir eru nokkrir allavega að svo stöddu. Sá einn þetta? Já, ég heiti Þorkell og íbúi í Mosfellsbæ og reyndar líka arkitekt. Og mér finnst þetta mjög áhugavert og vel framsett tillaga. En ég er með spurningu annars vegar til Friðjóns og til stjórnmálamanna einnig, og fer það dálítið út fyrir það sem kannski er tilefni fundarins, en það er landnotkun. Annars vegar að þetta er rúmlega 15 hektara svæði með þetta einhæfri landnotkun, þar sem það verður bara starfsemi hluta sólarhringsins. Og við höfum svona hér innan sveitarfélagsins upp í Flugumýri eða Tungumelum og víðar umhverfið sem er bara dautt hluta vikunnar, hluta sólarhringsins og svo framvegis. Hvort það hafi ekki verið hugmynd hjá Reitum að fá inn blandaðri notkun, fá þetta skilgreint sem miðsvæði og fá einnig íbúðabyggð inn á svæðið
og líka hærri nýtingu. Þarna sko borgarlínan í gegnum svæðið sem er náttúrulega bara forsenda framþróunar höfuðborgarsvæðisins. En meiri þéttleiki líka forsenda borgarlínu. Með þetta sem á báða vegu. Og mér finnst þetta í raun að vera dálítið svona gamaldags skipulagshugmynd. Skeifan nefnd hérna og fleiri svæði sem eru akkurat að færast úr því að vera svona einhæf svæði yfir í meiri fjölbreytni með íbúðabyggð og svo framvegis. Þannig að hefur það ekki komið til skoðunar að hafa meiri fjölbreytni og hærri nýtingu. Já, ég veit ekki hvort allir náðu þessu hérna í sal. Það er satt spurningin blöndun. Náðu þessu öllu? Já, náðu þessu öllu. Það er glæsilegt. Þetta hefur verið svolítið flókið fyrir menntaka. Já, vissulega hér verið að ganga út frá áætlunum gildandi aðskipulags sem þó með blöndun athafnarsvæðis og verslunarþjónustusvæðis annars vegar. Og það þá verið að gefa ákveðið tækifæri til þróun þess þó ekki aðeins með eins og kominn á verslanir eins og fataverslanir eða slíkt, heldur líka kannski stærri fyrirtæki. Blöndunin náttúrulega á sér stað að einhverju leyti á stærra svæði. Utan þess verður náttúrulega stórt svæði sem samhliða búið að vera til skoðunar, sem þá blikastaða landið, en auðvitað það, og þar verður auðvitað líka einhver þjónusta sem tengist, sérstaklega samfélagsþjónusta. Þegar þetta kemur inn sem landnotkun í aðskipulagsáætlunum náttúrulega verið að tengja líka svolítið stærri svæði. Það eru stór hverfi þarna í kring, en þetta verður auðvitað svo nefnir. Kannski þetta ákveðin svona atvinnumiðja sem hefur þá einsleitari tækifæri til kannski hvenar umferðinar á einhverju svæði, þess að notkun svæðisins. Varðandi náttúrulega þéttinguna, þá auðvitað verið að elta eins og kostur kannski þéttingu í miða við þau tækifæri sem að reitir setja sér í uppbyggingunni og þá þess háttar uppbyggingu sem að þeir ganga út frá þegar náttúrulega eignarhald landsins liggur fyrir. Ég veit ekki hvort þú vil koma sérstaklega inn á þetta, Friðjón, og reyna að svara þessu, eða hvort að einhver úr sal vilji koma inn á þetta líka sem fulltrúar úr pólitíkinni, en þetta auðvitað búið að vera svo lengi til umræðu og skoðunar. Það er kannski ekki hægt að setja á stutt eftir bæjarstjórnarskipti að svara þessu með svona einföldum hætti í stuttu svari, en ég veit ekki hvort einhver treysti sér inn á það. Friðjón, viltu koma eitthvað inn á þéttinguna? Já, aftur takk fyrir bara góða spurningu. Við höfum velt þessu fyrir okkur, hvort að hverfið verði eitthvað lífvana á kvöldin og helgar, og þetta hætta á því. Það gerist víða á svona atvinnusvæðum. Við kaupum þetta land og þá það bara skilgreint þannig í skipulagið. Þetta atvinnusvæði, þetta ekki íbúðir, og í sjálfu sér gæti þetta orðið gott íbúðaland, en þá þyrfti það líklegast að bíða í 30-40 ár, af því að það mjög eðlilegt að sveitarfélagið myndi þá stækka frá núverandi byggð frekar en að stækka frá hinum endanum, frá jaðri sveitarfélagamarkanna. Það var þannig, skilst mér, að þarna var skilgreindur, það var samningur á milli Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar á sínum tíma, að þarna yrði kjarni sem myndi þjóna bæði Grafarvoginn og Mosfellsbæinn, og mér skilst að sá samningur hafi raun og veru ekki verið efndur að hálfu Reykjavíkurborgar, í og með að það verður uppbygging frekar í Egilshöll annars vegar og svo raun og veru Korputúnið. Þannig að menn kláruðu ekki þetta mál, og svo hefur þetta verið svona á aðalskipulagi Mosfellsbæjar í 30 ár, eitthvað svoleiðis, sem atvinnubyggð. Við erum að gera gott úr þessu. Ég kveiki alveg hvort að tala varðandi það ef þetta verið skilgreind sem miðsvæði og íbúðir leyfðar mjög einhvern tímann. Ég held að það sé framtíðar músík, framtíðar pælingar. Við höfum reyndar alveg velt fyrir okkur þeim möguleika að skilgreina annan landnotkunarflokk sem þá ekki íbúð, sem væri þá einhver svona samfélagsþjónusta. Þarna væri upplagt til dæmis við ána mögulega hótel eða hjúkrunarheimili. Hótel atvinnustarfsemi, myndi skapa líf á kvöldin og svo trúum við því að með því að vera með borgarlínu ásinn þarna í gegn, að það býr til
líka einhvað líf þó að og þó að vera ekki í öllu hverfinu, þá verður það kannski meðfram borgarlínuásnum og kannski verslunarkjarnanum sem kannski með talsvert lengri opnunartíma og fullnýttur líka helgar. Ég veit að þetta svarar auðvitað ekki alveg með 100% sem verið að ræða, en þetta auðvitað mjög góð ábending. Eða sem spyrja aftur þessi hugmyndum verslunarkjarna, verslunargötu, hvernig þetta er kannski ekki allt ljóst, en eitthvað í þá veru. Svona innanlands Mosfellsbæjar, er það einhvern hátt verið að útiloka einhvers konar frekar uppbyggingu meira miðsvæðis, bara rétt handan við hornið? Hvernig talar þetta saman? Er þessi byggð að fara eða okkar sveitarfélag að þola það, eða getum landið tveimur slíkum svæðum? Hefur þetta verið hugsað í því samhengi? Já, ég held að það sem skiptir náttúrulega máli þegar að horft er á þetta, við erum ekki kannski að sjá að svo stöddu þá smávöruverslun sem að við hugsum sem miðbæjarsvæði hér. Það sem að fólk er kannski að upplifa ákveðið mannlíf svona sérstaklega í tengslu við hér eru náttúrulega matvöruverslanir og veitingastæðir og við reyna að hugsa það. Við mögum ekki gleyma því að á því svæðinu sem við erum erum við að tala að 13.000 manna byggð nú þegar. Þegar þetta kemur og vex í eitthvað tíma og eftir atvikum við verðum búið að vinna að Blikastaðalandinu, þá mun þar koma hugsanlega önnur sambærilega eitthvað minni byggð, 9.000 manns kannski, ég meina við svona áætlanir og samningum það. Þannig að við erum að sjá líka allt annað svæði, við erum að sjá allt annað mengi, við erum líka með svæði þarna hverfi Reykjavíkur, sem getur hugsanlega sótt einhverja verslun, en hér mun alltaf vera ákveðin þungamiðja sem mun þjónusta þetta. Hvað varðar svona miðsvæða þjónustu líka, auðvitað verður einhver slík verslun innan Blikastaðalandsins líklega þar sem að atvinnusvæði verður. Og við mögum ekki gleyma því heldur að breytingar á höfuðborgarsvæðinu og þessi þróunarsáttmáli almenningssamgöngur eru náttúrulega að gera það verkum og það verið að breyta mjög stórum svæðum Reykjavíkur sem að hafa verið athafnasvæði, þar sem hafa verið illa skipulögð, kannski skrifstofuhúsnæði á stórum lóðum með mikið bílastæðaflæmi eins og Höfðanum og slíkt, þar sem verið að taka í áföngum breytingar. Hér eru tækifæri til þess að byggja upp ný húsnæði með nýjum kröfum og nýjum þörfum, það fyrir þessi bæði stærri og smærri fyrirtæki til þess að sækja sér ný tækifæri til höfuðstöða. Og við vitum það og við finnum það alveg hér. Og að nefna ákveðin svæði sem athafnasvæði eins og Tungumelar og slíkt, að það er eftirspurn í ákveðnum jaðarsveitarfélögum og alveg langt kannski sveitarfélög bæði suður úr og hér lengra vestur á land, þar sem að fyrirtækin eru að líta sér til hreyfings vegna þess að það bara verið að breyta þessum gömlu úreltu svæðum sem bara jafnvel úrelt húsnæði að einhverju leyti. Þannig að tækifærin eru alveg til staðar. Við vitum það bara með það eftirspurn sem við verðum bara vör við svona í daglegu starfi. Þannig að ég held að það sé bara mjög jákvætt fyrir sveitarfélag eins og Mosfellsbæ að fanga meira því við sveitarfélagi jaðarinn. Ég hugsa að það er ekkert mikið fleiri spurningar og þá ætla að athuga hvort að þú varpið sé eitthvað að gera fyrir okkur. Það er rólegt. En við viljum bara minna sérstaklega á að þetta er auðvitað kynningarferli. Við höfum mánuð til umsagnar og athugasemda. Það þarf ekki bara að senda okkur einhverja athugasemdir eða harða gagnrýni eða mótmæli. Við erum að reyna að vinna þetta saman með fólki, þannig að við viljum bara fá ábendingar, senda annaðhvort skriflega eða þá með tölvupósti á skipulega@mos.is og gott að tilgreina hver sá sem að sendir athugasemdina hver hann er og svona láta vita af sér. Við minnum á líka þessi kynning og uppdrættirnir verða aðgengilegir á vef og eru það nú á megnulendi nú þegar og ef það er ekki mikið fleira þá ætlum ég bara að fá að slíta þessu fundi og takk hérlega fyrir mætinguna.